Góðan daginn og komið nú sæl. Við erum mættið borð sem við höfum nú séð áður líklega, eða hvað? Við erum að sjá þetta allt saman í fyrsta skipti. Og ef svo er þá er það bara gott mál, því að þá er einhverjir sem að hafa ekki verið hérna áður og ég við bjóðum það bara velkomna, ekki? Það eru þetta syngað. Og svo getum við haldið áfram. Hér er allt á sínu stað, klukkan með þess að gengur. Hún er, hvað er hún? Hún lítur að vera rétt, segjum það bara. Og hér er eitthvað verkfæri. Við getum kveikt einu kerti á, og síðan öðru. En því að sönguröddin er ekki með okkur í dag, og við ætlum ekki að syngja lagið. En við ætlum að kveikja einu kerti á og þannig. Látu þetta duga. Og þarna logaðu blessunin, 2 tölur. Og umgjörðin þekkt, hún er góð, hún er falleg. Og okkur líkar hún bara mjög vel. Ég sé það á þér, ekki annars. Sé það ég tek ofan gleraugun. Það er nú ekki aðalatriði hvað okkur líkar eða líkar ekki. Þetta er hvað við erum að gera. Og við erum við borð sem að við sjáum ljós og við sjáum 2 bækur. Þú heldur þetta sé sitt hvor bókin. Sem er rétt, þetta er sitt hvor bókin, en innihald sama í þeim báðum. Þetta eru 2 bíblíur. En vegna þess að við erum uppstillingaglatt fólk, sem elskum alls konar uppstillingar, þá erum við nú með þetta lagið á. Og það má. Þú hélst það mætti ekki. Það er ránt. Við erum ekki eins bundin og margir halda þegar við erum í þessum ágæta kristni, í þessar ágætu kristni. Það má ýmislegt. En að því að við þekkjum rammann og vitum svona deili úr honum, hvað snýr upp og niður á honum, að þá förum við ekki út fyrir hann. Þá erum við að gera eitthvað sem við ættum ekki verið að gera. En séum við innan rammans, þá er nú allt heimælt í raun og veru. Þar segja, þú heyrði hvað ég sagði, innan rammans. Hann er mælistikan. Og hvernig vitum við nú hvað er innan rammans og hvað má og hvað má ekki? Þá er bara þetta bókin sem við ætlum að fræða okkur upp úr. Ég, þú. Ég ber ábyrgð, þú ber ábyrgð. Ég ber enga ábyrgð fyrir þig, þú ber enga ábyrgð fyrir mig, hvað þetta varðar. Þetta er algjörlega einstaklingsmál. Það er góð hugsun að hugsa. Hún gerir mig og þig sem einstaklinga að mjög mikilvægu fólki, ekki satt? Það myndi ég segja. Að bera ábyrgð er falið honum og henni sem veldur ábyrgðinni. Manneski sem ekki veldur ábyrgð, held ég að mann sé nú ekki mikið að hugsa þangað þessa ábyrgð. Þannig að við þurfum að vera ábyrgðarfullt fólk og þá líka fer okkur að færast í fang ábyrgð og hún gerir okkur svona ákveðið gagn því að ábyrgðin og ábyrgðartilfinningin setur okkur á ákveðin stað í lífinu. Er það ekki rétt hjá mér? Jú, það er rétt hjá mér. Og að því við viljum vera trúföst, þá heyrum við í honum sem við viljum gegna þjónustu fyrir. Hvað heitir þinn herra? Minn heitir Jesús.
Og hann gefur okkur niður bækur sem eru samtals 66 en settar saman í einn doðrand sem við kallum Biblíuna. Og hún heitir Biblían, þessi bók, þessi doðrandur heitir Biblían. Og þar eru allar upplýsingar sem ég og þú þurfum þessa göngu. Upplýsingarnar er að finna í bók sem heitir Biblíunni. Og ég veit að þetta er engar nýja fréttir fyrir þig. En hvatningin er sama. Hún er að við lærum og fræðum okkur upp úr þessari bók og akkur þarf að vera hvetja menn þangað. Já, akkur þarf að hvetja menn. Liggur þetta ekki allt bara fyrir? Nei, en með hvatningunni drífa sig allavega einhverjir á stað. Einhverjir. Örugglega ekki allir, en einhverjir við hvatninguna. Og hvað segir þetta mér? Jú, hvatningunni má ekki linna. Hún má ekki hætta. Hún má ekki hverfa. Hún verður að vera með okkur. Og það er nú góða fréttin í málinu, að hún er með okkur og veist af hverju. Hann heitir Jesús sem sér að þetta allt saman drífist fram. Og hann er með menn eins og mig og þig sem erum á þeim stað að hvetja fólk til góðra verka. Það er þetta að hvetja fólk. En sumir er ekki að hvetja fólk til góðra verka, heldur einhverja verka. En við erum aftur á móti að hvetja menn til góðra verka og dáða og segjum hvernig menn fái þessi góðverk og verði þessi dáða drengir og dáða stúlkur. Þetta er allt í okkar hendi. En okkar verk sem að trúum að vera svolítið uppteknir af verkinu, kennsluverkinu eða hvað það er sem við erum kölluð til að gera og einblínum á það. En einblínur ekki á kallanir annara, því að hvað varðar mig köllun annara mann og kvenna? Ekkert. Ekki neitt. Ef að menn sinna ekki sinni köllun, hvað get ég gert í því? Ekkert. Nema, ég get jú hvatt menn til þess að drífa sig að stað. Meira get ég ekki gert. Akkur, ég ræði ekki yfir lífi annara. Drottinn skipti sér ekki að lífi annara. En hann er meirinn tilbúinn þegar maðurinn kemur til þess að þiggja aðstoð úr hans sendi. Og þess vegna erum við hér. Við erum að hvetja menn þangað. Það er hvatningin endalausa. Já, við spyrjum. Þarf að hvetja menn að því besta? Ég spyr á móti. Við þurfum það. Er það ekki annars rétt? Ef þú horfir í kringu þig og horfir í eigin gaupnir, þá sérðu að oft hefur þú þurft að hvetja sjálfa þig að því góða borði sem þú vilt vera við. Oft, kannski hvert skipti, þarft að toga þig þangað á þínu eigin hári. Besti staðurinn sem við viðurkennum öll að sé besti staðurinn, hann er með þeim annmörkum að þetta er uppi í okkar lífi. Hver skilur mannshjarta? Fallið eðli er skýringin á því. Og fallið eðli er staðreynd. Þú reist upp með Kristi og reist upp eins og Kristur reis upp frá dauðum. En tími frá því að þú eignaðist trú og þar til að þeirri stundregur geta verið áratugir. Það er allt bara hvað Guð sjálfur vill að sé. Og áratugir samanstanda gríðarlega mörgum dögum. Og hver dagur hefur 24 klukkustundir. Og ef þú ætlar ekkert að gera á þessum tíma, ætlar ekkert að sinna neinu hvað Krist varðar á þessum tíma,
hvernig á trúin þá að geta lifað? Hún deyr. Hún getur ekki lifað. Svo einfalt er það mál. Þannig að við höfum allt í kringum okkur sem þarf í þetta verk, að því núna er dagur uppi sem aldrei hefur verið áður. Hann segir ýmislegt. Hann segir mér, Konráð, þú þarft að fá þér að borða í dag. Borðaðir í gær, rétt er það, en nú er nýr dagur sem þú þarft að borða í. Og hér er orðið mitt, segir hann. Ég var að glugga í það eitthvað. Hann spyr mig. Ég er nú ekki vel upplagður í dag, drottning. Ég er ekki sleppaður. Já, við getum alveg gert það, en þú ræður þessu. En ef þú vilt, þá er ég til, segir drottning. Svona Guð. Það hef ég séð að hann tekur aldeilis ekki frammi fyrir hendurnar á nokkrum manni. Hann getur hvatt og hann hvetur, sem er allt annað mál. Þetta er svo Guð sem ég þekki. Hann er ekki skipátt og bendandi og skammandi og hafnandi mönnum fram og tilbaka. Það gerir þú og það gerir ég hins vegar. Ég er ekki Guð og þú ert það ekki heldur. En þessi Guð þreytist ekki á að gott að gjöra og þú ert sá sem að við gjöra gott í dag. Ertu til í það? Gott ef þú ert það. En að fara út í þessa sálma er ekkert nema vinna. Ertu til í hana? Gott að heyra að þú sér til í hana. Því það átt að vera. Við þurfum nefnilega að hafa fyrir hlutum. Hafa fyrir verkum. Og gera verk. Það er, já vandin, ég vil nú ekki segja þetta vanda, en það er málið í þessu öllu saman. Og við förum á stað og segjum sumt og gerum margt og það sem við gerum er guðlegt. Er hægt að gera Guði að skapi. Til hvers erum við að þessu eða það er ekki hægt. Það er hægt. Það er hægt að gera Guði að skapi. Það er hægt að því við komum til hans í trú. Við treystum því að hann muni taka vel á móti okkur og fagna okkur og hann gerir það. En fagnar þú honum? Sem er önnur saga. Þannig við sjáum að maður, brokkgengur og misjafn er ekki Guð. En hann hefur aðgang að Guði, að hann hefur aðgang að trú sem honum var gefið og þess vegna erum við hér að því við viljum að þessi trú eflist og við vitum hvernig hún eflist. Hún eflist af orði Guðs. Og við sjáum hér 2 bækur fyrir fram að mig. Það er nóg að hafa eina, en við erum hér með 2 bækur að því við erum uppstillingaglatt fólk líka og það má. Prjál, segir þú. Þá er það bara prjál, en það má. Það er ekkert bannað. Við megum nefnilega hafa þetta eins og hver vill ef við þekkjum ramman sem okkur er settur. Hann er af mælirinn, ekkert annað. Og það er margt í þessu ramma sem þú mátt hafa með. Og er með ef þú vilt það. Þannig við sjáum að uppstillingin er ekkert einhver ein. Hún er bara hún sem þú vilt að sé. Sem kristinn maður. Og hvað meira? Jú, þú þekkir ramman. Myndina. Og veist hvað má vera inn í þessari mynd. Og flóran er nokkuð breið. En samt rammi sem stillir af því sem á að vera. Þetta þurfum við að læra.
Og þetta eitt af því sem trúin vill kenna okkur og kennir okkur ef við leifum trúnni yfir höfuð að kenna okkur eittni neitt. Við viljum að hún kenna okkur allt, en erum treg til að sinna og vinna þá vinnu sem þarf. Þetta allt vinna. Það vinna að trúa á Krist. Það verk að trúa á Krist og hann segir það svoleiðis. Verk. Er það ekki bara vinna? Er það eitthvað annað? Að koma þessi fyrir hér á borðinu er verk. Það gerist ekki bara hókus pókus. Ég þurfti að gera þessa vinnu. Sama er með þig, þegar þú ert að fara að gera einhvað, þá ferðu af stað til að gera það. Og, hvað? Þú ert með þeir ramma fyrir verkið. Hún getur verið í kolliðinum, hún getur verið teikning, en rammi samt og þannig ætlar að smíða verkið og fylla upp í ramman. Hann er með allt, líka trúnaðina. Hún er svona. Hún byggist upp með því sem orð Guðs hefur handað þér í þennan ramma, í þessa mynd. Og myndin verður, já, alltaf að færast, því að trúin er falleg. Þannig að þú trúir og þú gerir myndina fallegri með því sem þú ert að gera, já, í þessum degi. Hvað ertu búin að lifa marga daga með Jesú? Ég líklega reikna með því að þú tellir þá nú ekki. Þú kannski manst árið sem þú frelsaðist á. Ég man mitt ár. Það var 1989 haustið í október. En það er ekki 89 í dag, heldur 2023 og í febrúar. Dagarnar á milli eru allmargir. Og ég hef þurft að skila hverjum fyrir sig, alveg eins og ég þarf að skila þessum af mér. Og hér erum við saman að meta orð Guðs. Það er fæðan sem við viljum neyta í dag. Og það er fæðan sem mörg af okkur höfum neytt á hverjum einasta degi og erum ekkert orðið leið á, en það fjölbreytt fæða. Það er ekki ein tegund af fæðu í raun og veru þegar við erum að neyta orð Guðs, en það lífið sjálft. Og við veitum að lífið er ekki bara eitthvað eitt. Það er breið flóra af alls konar. Og þetta sjáum við að við höfum opið á trúna, hún er ekkert nema fegur. Ef trúin fær að starfa, þá sýnir hún augunum þínum þessa fegur. En hún þarf að vera með. Og hver ræður því hvort hún er með eða ekki? Hver ræður því? Hver annar en þú? Og hér eru við að starfa saman í sömu trú. Ég í minni trú reyndar og þú í þinni trú. En það getum við ekkert annað. Við erum nefnilega sitt hvort fólkið. Og kallanir sitt hvorar og Drottinn leggur áherslu með mig, með þetta, með þig, með þetta. Ekki sama. Hann segir það sjálfur að við skulum ekki reiðlast hvorir og annars braut. Þannig það er ljóst að hann er með sitt hvort verkefni fyrir okkur. En þau geta verið á þekk sem er allt annað mál. Þessi fræðsla kemur með tímanum og vegna þess að við erum að gera þetta verk. Það kemur ekkert að sjálfu sér. Þessi uppstilling sem þú sérð hér, hún kom ekki að sjálfu sér. Kertaljósin sem hér eru, þau komu ekki bara að því bara. Við notuðum til þess ákveðið tæki. Hér er það. Til að tendra þessi ljós. Verk.
Verkin eru út allt. Sum verk eru ógerð, sum verk eru við alltaf á leiðinni í, en þau eru samt ógerð þangað til við gerum þau. Það breytir öllu. Þar skilur á milli. Og eins það með orð Guðs, falleg bók, glæsileg bókrendar og innihaldið þvílíkt glæsilegt að við höfum ekki séð neitt annað. Það er að segja, eftir að trúin kom, þá sáum við þennan glæsileika. Fyrir trú, Biblían, já. Ég held hún sé ekki til heima. Hún var aldrei til heima, svo ég muni. En í dag er hún alltaf tiltæk. Hér og það sem ég bý. Alltaf tiltæk. Og einu get ég lofað þér, ef ég fer eitthvað, þá kemur hún með mér þessi. Eða kannski ekki þessi. Allavega kemur með mér Biblía. Þessi er svolítið stór og þung. Ég myndi nú sennilega að taka með mér léttari Biblíu ef ég geti það. Jú, ég geti það. En galli sá að þar eru stafirnir svo litlir að ég er vandrað með að lesa. Það er aldurinn. Þannig þetta er eitthvað sem ég þarf að búa við. Og ég bý við það. Ég get verið alveg ógeðslega ósáttur við þetta, en ég er það ekki. Að ég átta mig á að ég er bara orðin þetta gamall. Og gamlir kallar, fallegir menn eins og ég, þau þurfa þetta. Gleru heitir það. Líka við erum án afsökunar að nenna þess ekki. Gerum þetta bara á morgun svolítið hressilega. Og svo kemur morgundagurinn. Og þá erum við búin að gleyma því að við ætlaðum að gera þetta þá. Svolítið er bara liðin mánuður á þess að við höfum gert neitt í orði Guðs. Og svo eru þau orðin 2 og svo eru þau orðin 3. Við tókum okkur aldrei taki. Við vorum alltaf á leiðinni til þess að taka okkur taki, en það var aldrei af því. Það er eitt að vilja og annað er að gera. Verkin þurfa að tala. Trúarverkið mitt þarf að tala. Og hvað? Það talar inn í mitt líf. Og svo deili ég því til þín það sem trúarlífið mitt hefur talað til mín og þannig verður til sameind sem báðir er að nýta. En þó hver með sínum hætti, því við erum ekki sama fólkið. En við hvetjum hvort annað með því sem við erum að gera í Jesú nafni, en erum við að gera það? Margir gera það já, en ekki allir. Hverju viltu deila? Vondaskapinu þínu. Það vill að enginn, ég lofa þér því, þannig að verð ekki að því. En það er mögulega einhver sem vilja heyra frá þér góðaskapið. En það er aukaatriði. Aðalatriðið er að trúin fái að virka eins og hún vill virka og ég lofa þér því að trúin er tamt að tala um hann sem er trúin, Jesús. Og þá tökum við fram bókina. Því að það er allt um Jesú sem við þurfum að vita. Og ef við fræðum okkur ekki um Jesús upp úr orði Guðs, þá erum við án afsökunar ef við erum að afvegaleiðast með einum og öðrum hætti. Við erum án afsökunar. Því að ég ræð lífi mínu sjálfur. Ég get valið að eiga ekkert orð Guðs, en það er þó mitt val, rangt val. Ekki gott verk í dag sem ég ætla að gera.
En hér við búin meira að segja ljúka bókinu upp sem heitir Biblían og við erum að fara að gera gott verk. Þetta gerist ekki sjálft frekar en neitt annað. Ég geri það, þú gerir það. Ég sé að þú ert búin að opna Biblíuna, það er ekki að spyrja þér. Trúin svoleiðis að hálfa væri nóg. Það er gott að eiga trú sem hálfa er ekki nálægt í nóg. Við viljum allt. Það er nóg og það er góð hugsun. Þegar orð Guðs er hann að svegar. Þetta er allt saman eftir því hvað ég og þú viljum. Og ég vil þetta og ég hveti til að vilja það sama en ég ræð engu það, ekki neinu. Því að þú ert sjálfstæður persónuleiki sem Drottinn virðir 100% og mér ber líka að virða 100%. Drottinn gerir það. Ég á að gera eins. En ég vil að mínir dagar séu taldir með Drottni í verkum með honum og það er mitt val. Og ég hvet til að það sé líka þitt val. En ég ræði engu það eins og við vorum að tala áðan. Þú ert þú og ég er ég. Við erum í Jóhannesa Guðspjalli og sumir menn vilja hvetja menn byrjendur til að ljúka upp Jóhannesa Guðspjall og byrja þar og ég er ekkert að letja menn neitt í það. En ég segi lestu Biblíuna. Hafðu þann háttin á að þú ert allavega að lesa í Biblíunni. Lestu meira heldur minna í Biblíunni. Lestu daglega í Biblíunni. Og það er hvatningin með þessu þætti að við lesum daglega upp úr Biblíunni því að við erum fólki sem viljum bera ábyrgð sjálf á okkar trú. Hver getur borið ábyrgð annar á minni trú nema ég sjálfur? Og hvað höfum við fyrir okkur hér? Meyjarnar 10, minn kæri. Þær voru allar saman á ferð. Þeim voru, aldrei skemmtilega aðeins að kíkja þetta á krán og hvort það sé ekki eitthvað strákakinn þar. Segjum það. Trúin slæfðist og svo bara hóru hún og lagðist. Það var ekkert fyrir hann að gera. Og hinn af þeim voru nú kannski ekki þarna, en að sjá, það verði svo vera að trú þeirra hafi líka slæfst svolítið. Því það segir að þær hafa allar sofnað. Vakið, segir Drottinn. Og svo, sem sagt, kemur kallið, Kristur að koma. Lúðurinn gjallur, mikill háaði. Og þær átta sig á því, 5, helmingurinn á hópnum. Hei, ég er ekki með neitt maður. Þið verða að gefa okkur aðeins af eitthvað byrðu. Við getum það ekki, við eigum ekki nóg fyrir allar, sögðu þær. Þær urðu að gera þetta svona, því að annars er þetta líka mist af. Og hver vill það? Á ögur stundu, engin. Og hvað meira? Þetta er ábending til mín í dag að gæta hvað er á könnunni minni. Er eitthvað þar? Er ljós á lampanum? Eða er það slökkt? Þess vegna erum við að hvetja menn í orð Guðs. Því það sér sjálft að þetta sé allt saman í topplagi. Og það viltu. Ég veit það. Trúin í hjartaðinu segir það. Hvetur þig þangað. Þetta viltu. Annað er hvað þú gerir.
Akkur tala ég um þetta? Að því ég veit hvað býr í hjarta Kristis manns eða konu. Það er þetta. Það vill, en er kannski ekki alltaf að gera það sem það vill, sem er annað mál. Ég ræði engu um þetta. Þú ræður öllu sjálfur og sjálf. Eina sem ég ger er að hvetja þig á þessu borði. Annað get ég ekki gert, en ég get gert það. Og þú líka, fyrir aðra. Þín trú í lagi, þín trú á réttum stað og allt er í blóma hjá þér. Þú getur ekki gert þetta fyrir aðra. En þú getur hvatt aðra sem er allt annað mál. Það veit ég að þú gerir. Hvað aðrir gera er ekki á þenni konu. Kristur er að tala. Kristur er á vappi. Kristur vill og getur það sem ég get ekkert gert. Þetta er sárt. Er sárt að viðurkenna staðreyndir. Er sárt að viðurkenna sannleika. Nei, það er ekki sárt. En svona er þetta. Þannig að við skulum gera okkar verk. Og mitt verk er að vera með þessa þætti sem ég verið með hér og ýmislegt annað. Ég rekt þetta vegna þess að ég vill rækja þetta, ég vill þjóna Drottni og ég er búin að gera það í 20 og eitthvað ár. Já, í allan tíma reyndar, ég fór strax í að vinna verk Guðs þegar bara leið og ég frelsaðist og hljóp út. Og læriði náttúrulega leksíu því að það var skellt á mig við fyrstu dyr og ég sá að þetta verður nú ekki neitt áhlaupsverk neitt. Það var heilmikið leksía. Það er búin að sjá það að þetta er nú ekki alveg eins auðvelt og maður hélt. Og maður horfði á sjálfan sig. Vá maður. Þvílíku þergirðingur maður. Þannig Drottni tókst nú að lækna það allt saman. Og hann mun líka lækna þig. Að hvaða þergirðingskap sem er, sem hingað til hefur haldið frá því að þiggja neitt úr orði Guðs. Já. Svo lesa hérna í 8. versi, 8. kafla Jóhannesar Guðspjall. Og við höfum nú gert þetta þannig að við tökum þetta bara handahóf og ekkert valið þannig sé, við veljum þetta bara á staðnum og það er allt til lagi. Í 48 versi stendur, þeir svöruðu honum, er það ekki rétt sem við segjum að þú sért samveri og hafir illan anda? Þannig að talaði Jesú þessi. Jesú ansaði, ekki hef ég illan anda, ég heiðir að föður minn en þér smánið mig. Ég leita ekki míns heiðurs, sá er til sem leitar hans og dæmir. Sannlega, sannlega segi ég yður, sá sem varðmeit og veitir mitt orð, skal aldrei að eilífu deyja. Engin smáraðis boðskapur þetta. Ég trú honum. Trúðu mér, ég trú honum. Hvað þú gerir er þitt val og þitt álit, en ég trú honum. Ég trúi Jesú, ég fylgi Jesú, ég stend með Jesú og verkum hans, hvar sem er, alltaf, líka í dag. Ég er ekki enn sofnaður, ég er ekki enn búin að setja mig í hóp með meyjana 10 því að þær sofnuðu allar, þó að 5 væru með á könnunum. Það er ákveðin boðskapur. En Drottni segir vakið. Hvað er hann að tala um? Vakið í trúnni. Líka með þar sinn svefn. Það er ekkert verið að tala um það. Og þetta veit hver maður. En við ætlum að haldast á vakandi að við viljum gera þetta eins og Drottinn er að boða, við höfum orðið. Það er leiðarvísirinn minn.
Sumir sækjast eftir því að vera fyrirmynd annara í trúnni. Ég er ekkert að banna það. En hver horfir á það? Horfir þú á það svo mikið? Gerðu orð Guðs að þinni fyrirmynd að þinni trú. Það er rétt leið. Þá ert þú með myndina uppi, sem við erum öll með, ert að raða rétt í hana. Fá rétta hluti á rétta stað í þinni mynd. Þetta er allt í orðið Guðs sem þú þarft að vita. Fyrirmynd. Það í sjálfu sér heillar mig ekki neitt að vera fyrirmynd. Mér er alveg sem að þú ykkur takir mig sem fyrirmynd. Ég er ekkert að biðja um það. Ég skal benda þar á fyrirmynd. Fyrirmyndin er orð Guðs. Og við erum hér með bók. Lásum orð upp úr henni rétt á þann. Því það er gott að lesa upp úr orði Guðs. Af því að við viljum að það sé okkar fyrirmynd. Númer 1, 2 og 3. Góð fyrirmynd. Maður, ykkur segja, er bara svona ágætis fyrirmynd. Getur verið það. En maður getur líka verið alveg hræðileg fyrirmynd. Hvað segir þetta mér? Konráð Rúnar, ekki treysta á þetta. Treystu á orði Guðs. Leyfðu trúnniðinni að koma með það til því sem að Drottinn er með handaðir. Hann hefur fullt. Ekki? Hefur hann ekki fullt? Þú ert sammála mér um það því að þú margótt reynda. Þannig að þar erum við samstíga. Og örugglega í fleiri atriðum. Kannski ekki öllum. Og það er miður. Við eigum að vera samstíga í öllu því að við eigum bara vera með þessa bók uppi. Og ef við erum öll í henni, þá erum við samstíga. Hvað segir orðið? Deyið sjálfum ykkur. Þannig að segja okkur að deyja sjálfum okkur sem merkir það, deyðu þínum hugmyndum trúna. Þú mátt hafa hugmyndir. Það er ekki málið, en þú hefur hugmyndir hans í trúnni. Þegar við erum að gegna trúnni okkar, þá erum við uppi með hans hugmyndir mál. Skipulag og allt. Ég lofa þér því að það er besta aðferðin. Og hver svo sem þræti fyrir þetta? Ég held að þræti enginn fyrir þetta því að það sjá allir réttmætið. Annað er síðan hvað menn eru að gera. Það er sitt hvað. Því miður stundum er það þannig. Sitt hvað. Þannig við sjáum að leksjan er til staðar og tíminn er að verða búinn. Þetta líður. Tíminn líður maður. Það er ekki rétt mér. Líður hann bara hjá mér. Stundur líður hann ekki neitt. Við erum bara á klukkunni. Þetta er ekkert að gerast. Það er bara við. Það er fullt að gerast en við erum upptekin við eitthvað annað en það sem er að gerast. Og það finnst okkur tímanum ekkert líða. En við verðum að láta hlýða kalli tímans. Við getum vist ekkert annað. Og þú heldur ennþá ég get ekki staðið upp. En núna afsanna ég það einu sinn enn. Og sjáðu bara til. Og hér er ég og staðin upp. Og ég kveð og verð hér aftur á vikuliðinni og þú mátt alveg mæta ef þú vilt.